Það eru 3500 ár síðan Guð sendi Móse til Egyptalands til þess að leiða Ísraelsmenn til frelsis úr þeirri þrælkun sem þeir höfðu búið við þar öldum saman. Leið þeirra lá út í eyðimörkina á Sínaískaga, þar sem erfið reynsla beið þeirra í 40 ár, áður en þeir loks héldu inn í fyrirheitna landið sem við nú þekkjum sem Ísrael. Fljótlega, eftir að þeir höfðu komið sér fyrir í eyðimörkinni, kynnti Drottinn fyrir Ísraelsmönnum tilbeiðsluform sem mjög frábrugðið þeirri tilbeiðslu sem kristið fólk tileinkar sér nú á tímum. Í rauninni var hér á ferðinni merkileg myndasýning sem var full af táknmyndum frelsunar áform Guðs, manninum til handa. Margir sem í fyrsta sinn taka til við að lesa Gamla testamentið undrast alltaf blóð sem rann við hinnar fjölmörgu fórnargjörðir Ísraelsmanna í eyðimörkinni. En allt sem við kom helgidómsþjónustunni forðum, frá blóði fórnardýrsins hverju sinni til helgra muna helgidómsins, hafði að geyma mikilvægar leksjur sem Guð vildi kenna mönnum varðandi þá mestu fórn sem himinin hefur fært mönnum til sáluhjálpar. Nánast allt í hinum jarðneska helgidómi benti til Jesú Krists, til dauða hans á Golgata löngu síðar og til friðþægingar hans fyrir syndir mannana. Vissir þú til dæmis að sumar þessara helgiathafna boðuðu dóm Guðs yfir mönnum? Vissir þú að einu sinni ár hvert var friðþægingadagurinn sem dómsdagur fyrir alla Ísraelsmenn? Vissir þú að þessi árlegi dómsdagur í eyðimörkinni boðaði himneskan dóm yfir öllum mönnum síðar meir? Þetta voru táknrænar leksjur sem Drottinn vildi kenna fólki sínu til þess að það gæti betur skilið áform Guðs mönnum til sáluhjálpar og einnig til þess að fólki gæti búið sig undir það að meðtaka hjálpræði Guðs og komandi dóm. Við skulum skoða þetta nánar. Guð sagði við Móse: og þeir skulu gjöra mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra. Þeir skulu gjöra hann í öllum greinum eftir þeirri fyrirmynd af tjaldbúðinni og eftir þeirri fyrirmynd af öllum áhöldum hennar sem ég mun sýna þér. Og hann bætti við: sjá svo til að þú gjörir þessa hluti eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu. Í 9. kafla Hebreabréfsins okkur sagt að þetta hafi verið eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru. Þar af leiðandi sjálfa fyrirmyndina að helgidóminum að finna á himni. Helgidómurinn í eyðimörkinni samanstóð af tjaldbúð með forgarði utanum. Þegar komið var inn í forgarðinn var komið að brennifórnaraltari, þar sem fórnardýrinu var slátrað og það brennt. Blóðið þess var roðið á horn altarinsins í hverri fórnfæringu. Á þennan hátt var syndin flutt frá syndaranum yfir á fórnardýrið. Næst í forgarðinum var eyrker mikið fullt af vatni, en þar þvoðu prestarnir sér áður en þeir héldu inn í sjálfan helgidóminn til að sinna þar daglegum verkum sínum. Vinstra megin í fremri hluta helgidómsins, þeim sem nefndur var hið heilaga, var að finna 7 arma ljósastyrku. Á móti hægra megin var borð skoðunarbrauðanna og fyrir miðju næst þeim hluta sem nefndur hið allra helgasta var reykhelsis altarið. Á horn þessa altaris var einnig daglega stökkt blóði fórnardýrsins. Þegar við virðum fyrir okkur ljósastyrkuna og skoðunarbrauðin, minnumst við orða Jesú Krists þegar hann sagði: ég ljós heimsins, ég brauð lífsins. Reykurinn sem steig upp af brennandi reykhelsinu, en það brann stöðugt á altarinu, táknaði bænir iðrandi syndara sem færðu fórnir sínar frá degi til dags. Allt þetta fór fram daglega, en einu sinni á ári var friðþægingadagurinn haldinn helgur, enda fór þá fram sérstök athöfn í helgidóminum sem hafði með örlög manna að gera. Þá fór æðsti presturinn einn inn í hið allra helgasta með blóð fórnardýrsins,
og draup því á öll 4 horn sáttmálsarkarinnar. Sáttmálsörkin var það eina sem var í því allra helgasta. Þetta var gulli slegin kista sem geymdi boðorðin 10. Á loki kistunar voru 2 englar sem horfðu niður á örkina og táknuðu þeir verndar engla Guðs. Þegar æðstipresturinn draup blóði fórnadýrsins á horn kistunar var hann á táknrænan hátt yfir lögum Guðs að friðþægja fyrir syndir lífsins. Að sjálfsögðu það aðeins krossdauði Guðs sonar sem friðþægi fyrir syndir mannana og það eingöngu fyrir úthellt blóð Jesú Krists sem við getum fengið fyrirgefningu syndana. Þessi táknræna árlega athöfn í eyðimörkinni boðaði hins vegar að sonur Guðs myndi síðar meir koma í heiminn til þess að mæta þeirri kröfu lögmálsins að syndarinn verður að deyja fyrir syndi sínar. Þessir fórnarsiðir lögðu áherslu á þá bæn syndarans að sonur Guðs tæki á sig dauðadóminn í stað syndarans. Í þessu fólst eina von syndarans, hans eini möguleiki til eilífs lífs. Það í ljósi þessara staðreyndar að við skiljum tilganginn með fórnardýrinu. Þegar því var slátrað, boðaði dauði þess á táknrænan hátt dauða Jesú Krists síðar meir í eitt skipti fyrir öll til þess að friðþægja fyrir syndir okkar með sínu eigin blóði. Og væri það ekki fyrir friðþæginga dauða Krists, ættu við enga von eilíft líf. Orð Guð segir, hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin lögmálsbrot. Ennfremur segir ritningin heilagleika boðorða Guðs. Þannig þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott. Með öðrum orðum, sonur Guðs tekur á sig sökina fyrir alla þá sem vilja þiggja náð hans og fyrirgefningu. Nú skiljum við betur alvarleika orða Krists þegar hann í fjallræðinu sagði, ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið og spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, muni ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir þau, mun mikill kallast í himnaríki. Það hlýtur að vera merkilegt íhugunarefni að það eina sem var í gullnu kistunni í hinu allra helgasta voru boðorðin 10 og það eina sem var flutt inn í hið allra helgasta einu sinni á ári var blóð sem síðan var stökkt á sáttmálsörkina geymdi lög Guðs. Þessar táknmyndir, þessar myndrænu sýningar brenndu sig inn í meðvitund Ísraels manna og hjálpaði þeim til þess að gleyma því ekki hve hjálpræði þeirra kostaði himinin mikið. Sonur Guðs varð að deyja þeirra vegna, okkar vegna. Það var engin önnur leið til að kaupa syndugar manneskjur undan fordæmingu lögmálsins. Drottinn varð að deyja í stað syndarans, til þess að syndarinn gæti lifað eilíflega. Þetta vildi Drottinn að menn hefðu skýrt í huga sér og þess vegna innleiddi Guð þetta tilbeiðslu form í eyðimörkinni. Meira en 400 árum síðar reisti Salomon konungur veglegt musteri úr steini í Jerúsalem sem kom í staðinn fyrir tjaldbúðina. Þegar Jesús dó á krossinum á Golgata uppfyllti hann allt það sem dýrafórnirnar höfðu boðað í gegnum aldirnar og þess vegna var ekki lengur þörf á þeim helgisiðum sem snerust dýrafórnir. Eitt sinn þegar Jóhannes skírari kom auga á Jesú í mannfjöldanum, sagði hann, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Með þessum orðu lýsti hann því yfir að það lamb sem táknað var og boðað af öllum fórnardýrunum sem fórnað var í gegnum þúsundir ára var nú komið í heiminn.
Hann sá að senn mundi Kristur með sínum eigin dauða binda endi á allar dýrafórnirnar. Þessi þáttaskil urðu augljós af þeim viðburði sem gerðist þegar Jesús dó á krossinum og tjaldið sem skildi að hið heilaga frá hinu allra helgasta í musterinu rifnaði í tvennt án þess að nokkur mannshönd kæmi nálægt því. Við lesum þetta í frásögn Markúsar. En Jesús kallaði hárri röddu og gaf upp andann og fortjald musterinsins rifnaði í tvennt, ofanfrá og allt niður úr. Við skulum hafa það í huga að fortjaldið var bæði svo hátt og þykkt þess svo mikil að útilokaður sá möguleiki að menn hafi rifið það í sundur. Enginn maður náði svo hátt að það gæti rifið það ofanfrá og niður úr. Enginn maður dirðist að líta inn í hið allra helgasta nema aðeins æðstipresturinn og það einu sinni á ári. Hér átti sér stað yfirnáttúrlegt fyrirbæri sem Guð einn stóð að baki, enda var hann með þessu að sýna mönnum að helgidóms þjónustan eins og hún hafði farið fram hingað til var nú á enda. Þar sem sonur Guðs var kominn og hafði nú þegar látið líf sitt til að friðþægja fyrir syndi mannanna, var ekki lengur þörf á dýrafórnum til að boða dauða hans. Hann hafði uppfyllt kröfu lögmálsins dauða syndarans með því að deyja í hans stað. Kröfu lögmálsins dauða þess sem gerðist sekur við lög Guðs var gerð skýr í aldingarðinum Eden, þegar Guð varaði Adam og Evu við afleiðingu syndar ef þau óhlýnuðust og tækju af forboðna trénu. Hann sagði þá, af skilnistrénu góðs og íls mátt þú ekki eta, því að jafn skjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Skömmu síðar, eftir að þau höfðu farið að ráðum óvinarins og tekið af trénu, kunngjörði Drottinn fyrir fyrstu foreldrum okkar áform sín til að bjarga syndurunum frá eilífum endalegum dauða. Hann sagði við höggorminn í áheyrn Adam og Evu, fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar, milli þíns sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess. Þannig gaf Drottinn til kynna að sæði konuna, þar að segja Jesús Kristur, myndi þurfa að líða af völdum Satans, þar sem honum myndi takast að merja hæl mannssonarins, en þar var átt við krossdauða Krists. Þetta skiljum við betur núna við lítum tilbaka og sjáum að Kristur vann sigur yfir dauðanum. Hann reisu frá dauðum, en sá tími kæmi að afkvæmi konunnar, þar að segja Jesús Kristur, skildi merja höfuð höggormsins, og það yrðu endalok Satans. Þessi hluti spádóms Drottins á eftir að rætast, en mun vissulega gerast í fyllingu tímans. En Drottinn átti eftir að kynna fyrir Adam og Evu nýja og áþreifanlega leksíu sem þau myndu aldrei gleyma. Þau máttu aldrei gleyma því hve hjálpræði þeirra yrði keypt dýru verði. Við lesum eftirfarandi í orði Guðs: Og Drottinn Guð gerði manninum og konu hans skinnkirtla og lét þau klæðast þeim. Hvaðan komu þessir kirtlar? Fram að þessu hafði skepnu aldrei verið slátrað, en skyndilega voru komnir 2 skinnkirtlar. Drottinn virðist sjálfur hafa slátrað fyrstu skepnunum til þess að útvega foreldrum mannkynsins klæðnað eftir að Adam og Eva gerðu sér grein fyrir nekt sinni. Þetta lýsir ekki aðeins umhyggju og tillitssemi Drottins gagnvart Adam og Evu, svo niðurbrotin sem þau nú annars voru, heldur var Guð með þessu einnig að kynna fyrir þeim innihaldsríka og táknræna athöfn sem kallaði á blóðfórn til að friðþægja fyrir syndir þeirra. Skinnkirtlarnir komu af fyrstu dýrunum sem var fórnað vegna syndar þeirra. Dauði þessara dýra boðaði dauða Guðs sonar síðan meir til að friðþægja fyrir syndir allra manna.
Mörgum yfirsést mikilvægi boðorðanna 10 í sáttmálsörkinni í hinu allra helgasta í helgidóminum. Boðorðin eru í raun og veru stjórnarskrá Guðs ríkis. Þessu lög eru eilífar meginreglur sem liggja til grundvallar að hamingjusömu lífi. Adam og Eva brutu gegn þessu boðorðum í aldingarðinum Eden og þeim var síðan vísað þaðan út. Forustu engillinn Lúsifer hafði brotið gegn þessum sömu boðorðum á himni sem síðan leiddi til þess að hann gerði uppreisn gegn Guði. Það var þess vegna sem honum var vísað þaðan burt. Ef til vill skiljum við nú mikilvægi yfirlýsingar Jesú Krists að sagði: ef þér elskið mig, þá haldið boðorð mín. Þetta eru meginreglur Jesú Krists og þeir sem hafa þau í heiðri heiðra drottinn Jesú Krist. Í Sálmi 119 marg endurtekið að boðorð Guðs séu eilíf og réttlát. En það var enn eitt sem var að finna í hinu allra helgasta. Það var uppvafin bókrolla með öllu fyrirmælunum sem að finna í helgisíða lögmálinu, því sem fjallar fórnargjörðir. Þarna var að finna reglurnar fórnir og löghátíðir Ísraelsmanna. Þessa lögmálsbók gaf Móse eftirfarandi fyrirmæli: takið lögmálsbók þessa og leggið hana við hliðina á sáttmálsörk drottins Guðs yðar. Þessi lögmálsbók var allt annað en steintöflurnar 2 sem boðorðin 10 voru rituð á, enda voru þær geymdar ofan í örkinni. Lögmálsbókin með fyrirmælunum fórnir og hátíðir Ísraelsmanna var hins vegar geymd utan á hlið gullnu sáttmálsarkarinnar. Hér var 2 ólíka hluti að ræða. Guð skrifaði boðorðin 10 á steintöflur sem voru geymdar ofan í kistunni, en Móse skrifaði helgisíðalögmálið í bók eða bókrollu sem var geymd utan á kistunni. Boðorðin 10 gilda að eilífu, en fyrirmælin helgisíði og fórnir áttu aðeins að gilda þar til hið fullkomna fórnarlamb, Jesús Kristur, kom í heiminn. Svo mikilvægar sem hinar daglegu fórnargjörður voru Ísraelsmönnum, voru þær þó aðeins undirbúningu fyrir friðþægingadaginn sem haldinn var einu sinni hvert ár. Þennan dag fór æðstipresturinn með blóð fórnardýrsins inn í hið allra helgasta til þess að friðþægja fyrir syndir alls líðsins. Þessi athöfn táknaði hreinsun helgidómsins. Þessi dagur var andlegur hreinsunadagur þar sem allt fólk Guðs undirbjóð sig vel fyrir og tók mjög alvarlega. Dögum saman á undan friðþægingadeginum þvoðu menn híbýli sín og fatnað og allir hreinsuðu sig af öllum óhreinindum. Þetta var uppgjörsdagur þegar menn gjörðu upp misklíð sín á milli, játuðu syndi sína fyrir Guði og biðu síðan í ofvæni umhverfis tjaldbúðina eftir framvindu mála inn í helgidóminum. Fyrir Ísraelsmönnum var hinn árlegi friðþægingadagur sem dómsdagur, enda átti hann að minna fólk á dóm Guðs sem hann mun halda á himni yfir öllu holdi. Þá stökkti æðstipresturinn blóði fórnardýrsins á 4 horn sáttmálsarkarinnar og þannig á táknrænan hátt var helgidómurinn hreinsaður af öllum þeim syndum sem hlaðist höfðu upp í helgidóminum yfir árið. Á hverju ári var lýðurinn þannig minntur á mikilvægi boðorða Guðs sem geymd voru í helgidóminum. En jafnvel þessi mesta helgi athöfn ársins, friðþægingadagurinn, var aðeins tákn fyrir eitthvað annað og meira sem síðar myndi gerast á himni. Eins og jarneski helgidómurinn var tákn annan helgidóm, það að segja hinn himneska helgidóm, svo var æðstipresturinn í jarneska helgidóminum tákn og boðberi fyrir betri æðstaprest sem þjónar í helgidóminum á himni. Við lesum nánar þetta í Hebreabréfinu. En Kristur kominn sem æðstiprestur hinna komandi gæða. Hann gekk inn í gegnum hinna stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki með höndum gjörð, það að segja ekki af þessari sköpun.
Ekki fór hann með blóð hafra og kalfa, heldur með eigið blóð inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Síðar í sama kafla segir þetta: Það var óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum yrðu hreinsaðar með slíku, en sjálft hið himneska krefst betri fórna en þessara. Því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gjörðan, eftirmynd hins sanna helgidóms, heldur inn í sjálfan himinin til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vor vegna. Með öðrum orðum, Kristur núna okkar æðsti prestur í helgidóminum á himni. Hann þar núna að hreinsa himneska helgidómin af öllum þeim syndum sem menn hafa játað á öllum tímum mannkynssögunnar. Það sem fram fór á friðþægingardeginum til forna, þegar æðsti prestur flutti blóð fórnardýrsins yfir á sáttmálsörkina, þar sem boðorðin 10 voru í, boðaði samskonar hreinsun í helgidóminum á himni. Æðsti presturinn á jörðu táknaði Jesú Krist sem okkar æðsta prest á himni. Starfi sem hinn jarneski æðsti prestur vann einu sinni á ári táknaði það friðþægingastarf sem Kristur að vinna núna á himni. Með öðrum orðum, hann að hreinsa burt alla syndirnar úr helgidóminum á himni. Lítum á þessa yfirlýsingu. En nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dóm. Þannig var Kristi fórnað í eitt skipti til þess að bera syndir margra og í annað sinn mun að birtast, ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis þeim hans bíða. Í lok 11. kafla Opinberunarbókarinnar segir frá atburðum sem gerast við komu Drottins til jarðar í annað sinn. Loka orð kaflans þessi: Og musteri Guðs opnaðist, það sem á himni og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans, og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálfti og hagl mikið. Það ekki athyglisvert að eins og hinn jarneski æðstiprestur bar blóð fórnardýrsins inn í hið allra helgasta, svo gerir Drottinn Jesús Kristur einnig á himni í lok tímana, hann fer með sitt eigið blóð inn í helgidómin á himni og opinbera síðan fyrir öllum heiminum sáttmálsörkina sem þar Hvort heldur á jörðu eða á himni, beinir Guð athygli okkar syndaranna að heilagleika boðorðanna 10. Í Biblíunni að finna 2 mismunandi lögmál sem fólki hætti til að rugla saman. Hér á ég við siðferðislögmálið annars vegar og þá átt við boðorðin 10. Þau leiðbeinandi fyrir okkur mennina í hegðun og framkomu, einnig tilbeiðslu og hollustu við Guð. Það má líka segja að fyrstu 4 boðorðin snúist kærleika okkar til Guðs og að hin 6 síðustu fjalli kærleika okkar til náungans. Hitt lögmálið, helgisiðalögmálið, fjallar helgidóm og helgihald, fórnir og hátíðir. Sumir kalla það helgisiðalögmálið. Eftirfarandi samanburður þessara ólíku lögmála hefur reynst mörgum hjálplegur. Annars vegar siðferðislögmálið boðorðin 10, hins vegar helgisiðalögmálið, fórnir og hátíðir. Annað var talað af Drottni, hitt var talað af Móse. Annað var ritað með fingri Guðs, hitt var skrifað af Móse. Annað var geymt í sáttmálsörkinni, en hitt var geymt utan á örkinni. Annað varir að eilífu, en hitt var afmáð á krossinum. Boðorðin 10 ekki þung, en helgisiðalögmálið þjakaði okkur. Annað dæmir alla, en hitt dæmir engan. Annað andlegt lögmál, en hitt aðeins ytri fyrirmæli. Þeir sem lesa Biblíuna af gaumgæfni komast að raun þá staðreynd
að orð Guðs fjallar tvö mismunandi lögmál. Þau voru gefin af Guði í ákveðnu tilgangi. Annað eilíft og óbreytanlegt, en hitt þjónaði sem myndræn boðun í takmarkaðan tíma eða þar til sonur Guðs dó á Golgata. Allir sem gera sér grein fyrir þessu eiga auðveldara með að skilja Biblíuna, sérstaklega þar sem hún fjallar fórnir og helgisiði. Það mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að söguþráður Biblíunar, allt frá upphafi til enda, virðist augljóslega benda til þess að Guð mun gera endalegt uppgjör vegna syndar. Helgisiða lögmálið með öllum þeim löghátíðum, helgisiðum og fórnarathöfnum sem því fylgir hefur að geyma mikilvægar lexíur í táknmyndum sem benda til þessa loka uppgjörs. Allstaðar beinist athyglin að Jesú Kristi, enda hann lausnin á vandamáli syndarinnar. Hann frelsari syndarans.